og ég búinn að setja upptökugræjun í gang, þannig að þá sem sagt förum við í þetta efni fyrir viku 5. Það allt þetta hérna. Getur verið að ég þurfi kannski að skipta þessi yfir á fleiri upptökur, en þetta það sem við ætlum að fara í. Og þá það til að byrja með í bókinni hérna stýrð heilbylgjuáhrif sem við erum að byrja á hérna. Við vorum búnir að fjalla stýrirás með einni sem sagt með hálfbylgjuáhrifum. Þá hérna vorum við með einn týristor í rásinni en ekki svona brú. Stýrð hálfbylgjuáhrifin, við nýttum þá bara helminginar af reiðbylgjunni og þetta var stýrirásin og kraftrásin sem sagt gegnum einn týristor, en nú erum við komin með brú hérna í viðbót. Og það þýðir það að við getum nýtt bæði hálfreiðin, bæði jákvæða og neikvæða hálfreiðið í reiðspennu og fengið mun hærri spennu yfir álagið þess vegna. Og til þess að fá mesta ljósið yfir, eða mestu spennuna yfir álagið, þá myndum við þurfa að senda stýripúls eða láta týristorinn kveikja alveg við 0 gráðunar eða vera með kveikjuhornið 0 gráður, en það bara raunverulega ekki hægt. Það alltaf seinkun í rásinni. Þannig að hérna, það alltaf einhver innbyggð seinkun í rásinni. En ef við lítum á dæmi hér, þegar að við höfum svona, 45 gráðu, sýnist mér á þessari mynd, 45 gráðu opnunarhorn, það bil, þá hérna kemur stýripúlsinn hérna. Það byrjar fyrst að byggjast upp spenna yfir týristorinn, síðan hérna kemur stýripúlsinn og þá fellur spennan í staðinn yfir álagið. Og það bæði jákvæða og neikvæða, þið sjá hérna, af því að við erum með 4 díóður, þá hefur afriðuna hérna spennuna milli A og B. Það jákvæða spenna hérna sem í rauninni heilbylgjuáhrifin. Og við skiptum þá spennunni þannig að þegar að stýripúlsinn kemur, þá færist spennan frá týristornum yfir á álagið. Og spennan fellur í það bil 1,5 volt yfir týristorinn, það sem að eftir af tímanum frá því að stýripúlsinn fellur og þar til spennan fer í 0 og þá byggjast aftur upp spenna yfir týristorinn. Því að þá lokar týristorinn þegar að spennan fer í 0. Þá straumurinn komið niður fyrir haldstraum týristorsins. Þetta höfum við byrjað aðeins að mæla í æfingaverkefni 13, mælingaverkefni 13. Og það eru kannski ekki allir búinir með það, en þetta kallaður haldstraumur. Þegar straumurinn fer niður fyrir haldstraum týristorsins, þá hættir hann að leiða og þá byrjar aftur að byggjast upp spenna yfir hann. Þar til við fáum aftur púls. Ok, þetta gerum við svona einfaldlega og síðan getum við reiknað út við mismunandi opnuhorn hvað spennan verður yfir peruna. Og við til dæmis 180 gráður, þá erum við bara með 0. En ef við gætum opnað við 0 gráður, þá værum við með 198 volta jafnspennu yfir peruna. En síðan gerist það, ef við erum með spanálag í rásinni, þá þurfum við sérstaka aðstæður eða búnað til þess að hjálpa týristorinn til þess að hætta að leiða, því að spanálagið það reynir að viðhalda straumnum og auk þess þá kemur oft orka frá eins og spanálagi aftur tilbaka inn á netið. Þetta þurfum við að skoða betur seinna, en hér skulum við skoða í framhaldinu stýrirás fyrir ISI-rásina TCA 785 og þar erum við með svona kubb þar sem að inn í honum
borið saman sagatannaspenna og stýrispenna og það líka sett inn á pinna 5 hvenar spennan fer í gegnum 0-punktinn. Það alltaf viðmiðunin, við verðum alltaf að miða við hvenar spennan fer í gegnum 0 alltaf reglulega og þegar að stýrispennan þegar að spennan fer í gegnum 0-punktinn þá byrjum við að búa til þessa sagatannaspennu. Ok, hér sjáum við svona mynd af því þar sem að við erum með riðspennu hérna og þegar að spennan fer í gegnum 0-punktinn þá sjáum við að sagatannaspennan hún afleðst hérna eða það þéttir sem afleðst og byrjar að byggjast upp aftur og næst þegar að spennan fer í 0-ið þá aflöðu þétti og byrjum að hlaða hann upp aftur. Sagartannarspenna, á ensku þetta kallað soft tooth voltage, þessi hérna. Þetta eins og sagartönn, eða ekki? Ekki sammála á því? Já. Og þess vegna þetta kallað sagartannarspenna. Og við erum með aðra spennu sem kallað stýrispenna, sem beinlína hérna, sem borin saman við þegar það mætast hérna sagatannaspennan og stýrispennan, að þá búum við til púls. Og þegar að spennan jákvæð, þá búum við til púls út á pinna 15 á þessari AC-rás sem hérna fyrir ofan. Þá eru þessi pinnar hérna 15 sem að gefur púls þegar að spennan jákvæð, en pinni 14 gefur púlsinn þegar spennan neikvæð. Og inn á pinna 5 þá fáum við upplýsingar það hvenar spennan fer í gegnum 0-ið og með 2 díóðum þá gefum við hæfilega spennu inn á AC-rásina. Spennan lækkuð með fallmótstöðu og þetta tengt beint við 230 voltin. Beint inn á fallmótstöðuna frá fasanum og 0-ið tengist svo inn á pinna 1 inn á mínusinn á rásinni inn á bara þennan pinna hérna, pinna 1 inn á mínusinn. Þannig fylgjumst við 16, hann fer í rauninni bara vinnuspenna fyrir rásina. Pinni 16 hérna vinnuspennan fyrir AC-rásina. Pinni 5, hann gefur út púls þegar spennan jákvæð inn á týristorinn. Við sjáum það að þessari einfölduðu mynd af rásinni, hvernig hún virkar, að milli 1 og 5 þá fáum við hæfilega litla spennu yfir díóður sem að eru með 0,7 volta spennu þegar að hún einhvers staðar á bilinu jákvæð eða neikvæð. Og svo bara fer hún í gegnum 0-punktinn og það kemur auðvitað líka hérna inn á pinna 5. Og af því að við fáum viðnám hérna, þetta 220 kΩ viðnám, það tengist í L1 fasan, beint í fasan. Þannig að við fáum reglulega að vita hérna hvenar spennan fer í gegnum 0-ið. Það nauðsynleg viðmiðun til þess að vita það hérna á þessari rás hér hvenar við eigum að afhlaða þennan þétti hérna Z10 og byrja að hlaða hann upp til þess að búa til þessa sagatannaspennu. Og þessi samanburður síðan gefinn hérna inn á með stýrispenni, borin saman stýrispennan og sagatannaspennan hérna frá 10 hérna með þessum aðgerðarmagnara og þegar að spennunar jafnstórar þá gefið púls hérna inn á þessa rökrása einingu og þá fáum við púls út á 15 fyrir jákvæðaspennu og púls út á 14 fyrir neikvæðaspennu. Og þetta gerist allt hérna inni í þessari AC-rás. Ok, og skoðum þá í rauninni einhverja praktíska mynd hérna, þar sem að við erum líka með hálfbylgjuafröðun fyrst. Þar fáum við í rauninni púls hérna til dæmis frá pinna 15 og inn á transistor og sá transistor dregur straum í gegnum forvaf á púls spenni. Við yfirfærum með segulsviði hérna púlsinn út á týristorinn. Þetta gerum við þegar við erum með hálfbylgjuafröðun, stýrða hálfbylgjuafröðun. Þá hérna fáum við þennan púls í gegnum púlsspenni. Og síðan þegar við erum með hérna heilbylgjuafröðun, stýrða heilbylgjuafröðun, þá fáum við fyrir bæði hálfreiðin.
púls inn á kraftrásina, inn á týrstórana sem þá í kraftrásinni, tengdur upp í brú, eins og í þessari brú hérna, það eru 2 týrstórar og þannig að hér getum við líka fengið stýrða jafnspennu inn á mótorinn okkar hérna, inn á sem sagt snúðrásina í mótornum. Hér höfum við sem sagt þá púls frá A annars vegar, milli A og B og hins vegar milli C og D. Þannig að hér getum við ráðið því hvenær við kveikjum á hérna týrstórnum, hversu mikinn hluta af spennunni við fáum inn á mótorinn frá þessari brú. Og hérna, hér höfum við líka bara fasta brú með 4 díóðum til að gefa spennu inn á affallsvæðið, segulvæð mótorsins. Þannig að við erum með bara alveg stöðuga segulmögnun á mótornum. Þannig að leiðum við kveikjum á rásinni, þá kemur strax norður og suðurpóll inn í mótorinn. Alveg föst segulmögnun á mótornum. Svo stjórnum við straumnum í gegnum snúðrásina. Þannig getum við hraða stýrt mótornum með því að gefa mismunandi spennu hérna frá þessari brú inn á mótorinn. Meiri spenna, meiri hraði. Og þetta er nokkuð línulegt samhengi milli spennu og hraða. Og sem sagt, hvernig förum við að þessu? Jú, við fáum púls frá pinna 15 þegar að spennan er jákvæð, fáum yfir á þennan transistor hérna. Hann gefur okkur þá straum í gegnum forvafið á púlsspenninum sem er hérna. Síðan fáum við hæfilegan púls hérna gegnum á eftirvafið, gegnum díóð 7. Og þannig að hérna erum við búin að einangra kraftrásina frá stýrirásinni hérna, með þessum púlsspenni. Og eins fyrir þegar spennan er neikvæð, þá fáum við púls frá pinna 14 og það fer inn á transistor, hann gefur púlsinn í gegnum forvafið á hinum púlsspenninum sem fer inn á hinn týristorinn. Eftirvafið á púlsspenninum gegnum hérna D8 inn á hinn týristorinn. Þetta var sem sagt A-ið. Fyrst fékk hann frá pinna 15 inn á C-ið, inn á týristorinn hérna hægra megin. Svo fær hann þegar spennan er neikvæð, þá fær hann púls inn á A, inn á týristorinn hérna vinstra megin. Þannig að þeir skiptast á alltaf að leiða og þá er það þessi týristor hérna vinstra megin á ofanverðu og díóðan hægra megin að neðanverðu sem er að leiða samtímis. Af hverju? Jú, þegar við fáum jákvæða spennu, þá fer púls hérna inn á býtum við, ef það er segjum púls jákvæða spenna hérna enninu, fer inn á gegnum týristorinn hérna hægra megin, fer í gegnum hérna mótorinn og hér í gegnum díóðana vinstra megin að neðanverðu. Ef að þessi verður gerð leiðandi vinstra megin týristorinn, þá fer hann gegnum hann og í gegnum mótorinn og hægra megin gegnum díóðana og hérna út. Á meðan þá eru hinir íhlutirnir lokaðir, bakspentir. Þannig að þeir geta ekki leitt. Þannig virkar þetta. Ok, þá skulum við hérna skoða tímadæmi. Við erum aðeins búin að eða ekki búin, þetta er bara fyrsta yfirferðin yfir það hvernig að þessi rás TCA 785 virkar, en hún kemur í rauninni í staðinn fyrir Unity-Johnson transistorinn. Þannig að hérna í staðinn fyrir þessa rás kemur þessi IC rás og þetta er bara aðeins öðruvísi aðferð. En síðan getum við farið í gegnum aðra aðferð sem að vera að nota Arduino stýringu. Þar sem við bara myndum þurfa að skynja núllið og senda púls út á útgang. Einmitt inn á bara transistor sem magnar upp straum í gegnum púlsspenni. Og hérna ég á það hérna gögn, en ég á bara eftir að koma þeim inn á drifið, hádrifið. Ok, þá skulum við drífa okkur í tímadæmi
4. Það leit svona út hjá ykkur, að það ekki? Rennum í gegnum það. Hér var spurt hver stór þarf mótstaðar er að vera í vöttum og sinnindíðan er 7 volt og við skulum athuga það. Og það er þá svona, þá tökum við fram tímadæmi 4 og það stækka þetta upp hérna og þá reiknum við það út hérna þannig. Ég ætla að fara rólega með ykkur í yfir þetta en ég ætla að klára upptökuna með því að sýna þetta tímadæmi og tímadæmi 5 og svo förum við rólega yfir þetta. Ok, þið skulle ekki fara í hraðritun nákvæmlega núna heldur á eftir, skoðum við þetta rólega. Þannig að hérna förum við að finna út spennufallið stýrás og finnum að það er 196,6 volt DC og draugum svo sinnspennuna frá og þá vitum við hvaða spenna er yfir málstöðuna. Er upptökur lokið? Nei, ég ætla að klára upptökuna fyrst og fara svo rólega yfir þetta með ykkur. En þá finnum við það út að hún þarf að þola 5,3 vött og í rauninni myndum við velja ef það er til 6 watta mótstaða eða 7 watta. Ég veit að það er til standard 7 watta mótstaða en þetta er þannig sem við reiknum þetta út. Nú hér ættum við að teikna mynd af spennu yfir við 35 gráðu opnun kveikjuhorn og það samsvarar líka tímanum 1,9 millisekundum og þá skellum við því hérna og spennan yfir peruna lítur þá svona út og spennan byggir síðan upp yfir týristorinn hérna niðri. Það er sem sagt það sem að byrjar að falla yfir týristorinn, þar til stýripúlsinn kemur og þá fer spennan niður í 1,5 volt yfir týristorinn en afgangurinn fellur yfir peruna. Af því að við erum með heilbylgjuáhrifin að þá gerist þetta í hvert skipti hérna sem að eftir að spennan fer í gegnum núllið og við nýtum bæði hálfreiðin. Síðan á hvert stórt viðnámsgildi þarf að stilla R2 til að stýripúlsinn myndast við ákveðin gráðfjölda. Þannig finnum við þetta út að við finnum fyrst út stærðina með því að snúa þessari formúlu hérna fyrir tímastöðunni. Það er gatari fyrir framan verkstæðið frammi. Já, það er last. Ó. Það er bara frá líkinu, Já, ef ég gera það bara eftir augnablik. Ég er enga stund að klára þetta. Þannig að með því að snúa henni þá fáum við stærð viðnámsins hérna. Síðan eigum við að lýsa vinnumáta T1 sem er í rauninni júnitjónsustranstorinn. Þegar nægt spenna hefur myndast yfir þéttin, þá kveikir júnitjónsustranstorinn og sendir straum í gegnum R5 og stýripólsinn á týristorinn T2. Þannig virkar hann. Og síðan fyrir að tekna spenna við 120 gráðu opnuhorn og þá er það þessi mynd hér. Hérna er spenna yfir peruna. Ef við minnka þetta hérna þá sjáum við samhengið á því. Aðeins svo mikið hérna. Hérna sjáum við samhengið svona. Við 120 gráðu opnuhorn. Ok, síðan er örlítið eftir af þessu hér að er hægt að tengja álagið öðruvísi, ég hægt að færa álagið hérna framfyrir rásina, það er möguleiki og við höfum að lýsa í nokkrum orðum vinnumáta týristórsins og þegar hann fær stýripúls inn á gate þá leiðir hann milli anóðu og katóðu og svo lokar hann þegar að spennan fer í núllið. Þá er búin að fara yfir þessa og síðan er lausn á tímadæmi 5 að þá hérna ætla ég bara rétt stutt að renna yfir það og á eftir þá hérna förum við rólega gegnum þetta.
Sem sagt, hérna sýnir þessi mynd að við fáum sagatanna spennu þegar að spennan fer í gegnum núlpunktinn, en það vantar inn á þessa mynd hvenær við fáum púls frá pinna 15 og pinna 14, en það kemur þá fram í þessum texta hér að við fáum púls frá pinna 15 við jákvætt rið og pinna 14 við neikvætt rið hluta. Síðan hvernig við reiknum þetta út í B-liðnum, hver há spennan verður yfir álagið þegar við erum 120 gráðu opnuhorn, og þá setjum við það inn í þessa formúlu hérna að því við erum með 1 tírustor þá verðum við að deila með 2. Þá sjáum við hérna þessa formúlu í formúlublaðinu ykkar og spennan er sem sagt þá 24,8 volt. Síðan er það spurning spennuna á pinna 5 og það er pluss mínus 0,7 volt vegna þessara díóða, D3 og D4. Hvað er það að fara yfir núna? Þetta er heimadæmi sem ég er að fara að láta ykkur fá og við förum yfir. Smá, 5. Og þannig að hver mikill straumur fer díóðana, við reiknum það út á eftir, finnum fyrst spennuna og reiknum hjá strauminn sem er 0,45 milliampere. Þetta er mjög lítill straumur sem að díóðana þola vel. Og hver mikill straumur fer R1, það er hérna út frá þessu, það er að því við erum með hálfbylgjuafröðun, þá erum við með 0,5 sinnum 0,9 sinnum U og drögum frá senuspennu og díóðuspennufall og deilum með stærð viðnámsins R og við fáum að straumurinn er 8,33 milliampere. Síðan í 19 hérna, hve miklu er hægt að breyta spennu í punkti 11 og þá er hægt að breyta henni frá 0 til 10 volt. Við reiknum það út frá þessari spennu hérna, max, og það er hægt að setja það hérna inn á þessa, inn á multisim. Og hvernig lítur spennan út yfir álagið á mynd 520 og við áttum að teikna það inn á þessa síðu hér og það lítur út svona að því að við erum bara með 1 tírustor í þessu, þá lítur spennan yfir álagið svona út. Ef við nýtum ekki neikvæða hluta rafbylgjunnar. Svona. Og síðan, hve mikið er hægt að breyta spennunni yfir álagið í voltum, tilgar en lægsta og hæsta gildi, að þá er lægsta gildið er náttúrulega 0 volt og með er þá 103,5 volt hæsta gildið. Ok, þá hérna er þessari upptöku lokið.